Hérna erum við komið með lítið BOT dæmi, mögnunardæmi, og í þessu dæmi hérna erum við beðnir að finna AVAF sem VAF ádeild með VAF inn. Ok, og það sem við byrjum á því að gera að við þurfum að gera DSI-greiningu. Og við myndum alltaf gera DSI-greiningu nema að okkur væri gefið í rauninni, ef okkur væri gefið IB og ef okkur væri gefið IC, þá getum við í rauninni sleppt DSI-greiningunni. Þá vitum við strauma og annað slíkt í þessu, en við vitum ekkert það núna, þannig að við þurfum að gera DSI-greiningu. Og við getum svo sem byrja í rauninni hvar sem en við slum rúglega bara best að byrja hérna að finna VAF-G, spennuna sem liggur hérna á geitinu. Og VAF-G hlýtur þá að vera supply voltage okkar hérna, eða 9 volt. 9 volt sinnum, hvað er þetta, 15 pluss 27, og út af þessu fáum við 3,21 volt. Og við erum bara að taka voltage dividerinn hér, finna punktin hér, ekkert nýtt. Og við skulum bara fá IB næstan, og ef við hugsaum þetta hérna, við erum hér með 3,2 volt og hérna erum við vantilega með 0,7 volt þá sem detta hérna yfir VAF-B on, og þá endum við hér. Þannig að við viljum finna ef við erum hérna með 3,2 volt og komum hingað, drögum 0,7 volt af, þá hljótum við að standa eftir með spennunar sem stendur hérna yfir, ekki satt. Þannig að ef við ætlum að geta fundið strauminn hér, en takk eftir að við viljum bara fá IB hlutan af þessum straum hér. Við getum eiginlega ekki fundið emittstrauminn, en við getum hins vegar fundið að hérna fáum við einhvern IB niður, og við viljum bara finna IB hlutan hérna af EE. Þannig að við getum sagt hérna VAF-G mínus VAF-B on, sem nú 0,7 volt, og þá þurfum við að búa til hérna, við erum að finna hérna RTH, eða þefininn af þessari inngangsspennu hér, sem væri þá lítið einhvern veginn svona út, RTH, og það bara R1 hlutend við R2, og við viljum bæta því við RE spennun okkar, en takk eftir að EE táknað svona, við erum að finna IB-spennuna, IB-straumina sakið. Þannig að þetta hérna í okkar tilfelli, við erum með betuna upp á 100, þannig að við erum með 100 pluss 1 eða 101, þannig að við ætlum að markfalda þetta hérna með 101, þannig að vinnan okkar verði 101 sem stærra. Því við viljum bara fá IB-hlutan hérna niður. Við getum ekki verið að mixa öllu þessu saman hérna með EE, þannig að við ætlum að fá hér 3,2 volt mínus 0,7, og þetta hérna gerir svo mikið sem 15 hliðtengt við 27K pluss 1,2K sinnum 101, og út af þessu ættum við að fá 0,0190 milliampers. Ok, þá getum við auðvitað fundið IC, en það er bara beta sinnum IB eða 100 sinnum 0,0192 gefur okkur 1,92 milliampers. Ok, og við erum þá búin að finna IC-an okkar, straumin sem gengur hérna niður, og nú þurfum við bara að hugsa hvað erum við að leita. Við erum bara að leita mögnuninni, og við þurfum í rauninni einlega fleiri strauma í þetta hér, í það að finna mögnunina. Þannig að við skulum bara fara í part 2, eða sem sagt AC greiningu. Og þið munið að þegar við erum með AC greiningu, þá megum við bara sem sagt taka alla þessa hérna spennugjafa, og við megum bara gránda þá, þannig að þessi hérna í rauninni er farin. Og þannig að
R1 sérst hérðan og hingað, núna er R1 tengdur í ground. Og við skulum bara byrja því að finna sérst sérbreytur módelsins. Við ætlum að nota H-model til að finna þetta hér og við skulum bara byrja því að finna GM. GM er alltaf skástur, best að finna hann, það er IC deilt með VAFT eða 1,92 mA deilt með 0,025, sumum bókum er það 0,26 en skiptir ekki máli, miklu máli. Ef við fáum hérna 76,8 mA á volt sem GM, þá getum við fundið RP, það er beta deilt með GM eða 100 deilt með 76,8 sinnum 10 mínus þriðja og þetta er svo mikið sem 1,3 kíló. Svo skulum við finna hérna leiðinni RO og ég skal útskýra hans betur eftir hvað þessi RO er, en þetta er svo útgangsimpedansinn. Það er VAF-A deilt með EC DC sjálfsögðu. Þetta er 100 deilt með 76,8 sem 10 mínus þriðja. Þetta verður svo mikið sem 52K. Ok, skulum bara, næsta skref hjá okkur væri þegar við erum búin að finna þessa sérbreytur hér er að finna, að teikna upp H-módelið. Hérna er búin að risa upp H-módelið og hérna er VAF-in, þetta er merkjagjafan okkar hérna, eða merkið sem við erum að taka inn og takið eftir þessu RS hér. Þetta er R-source eða þetta er innra viðnám þessa hérna spennugjafa. Það er búið að sína hérna með því að aðskilja hérna aðeins að leggja áherslu á að þetta RS hérna tilheyrir spennugjafan okkar hérna. Og þetta er AC-greining, þannig að við erum búin að gránda spennugjafan okkar, þannig að við sjáum það að R1 hann er bara grándaður alveg eins og R2. Og lítum aðeins á módel okkar hérna neri. Þetta hérna er RS. R1 hérna, hann er grándaður eftir að við gerðum AC-greininguna. R2, hann er einnig grándaður. RP, þetta er AC viðnám transistorsins. Hérna kemur emitter, hann er líka grándaður. Og skoða punktana hérna, þetta er base. Þetta er punkturinn collicore og hérna er emitturinn okkar. Og skoðum aðeins þessi viðnám hér. Hvað er þetta hér? Jú, við skoðum þetta hérna á myndinni hérna. Hérna, þetta hérna er baseinn okkar og við erum með einhver inngangsviðnám. Við erum með einhver inngangsviðnám hér og þetta RS hér. Og hvað meina með inngangsviðnám? Ég meina það að hérna erum við með merkið okkar og segjum að þetta sé bara, ég veit ekkert hvað þetta getur verið einhver sýnisbylgja eða eitthvað og segjum að þetta sé bara 2 volta spenna. En það er auðvitað ekki til sem heitir fullkomin rás, þannig að við erum með eitthvað viðnám hér yfir sourceið og svo erum við með, þurfum að fara í gegnum hennan spennudeli líka. Þannig að, þú veist, er merkið hér ennþá 2 volt? Nei, það auðvitað tapar einhver orka á því að fara í gegnum, tapar einhverju spennu á því að fara í gegnum þetta kraðak hér. Og alveg eins með útgangsmerkið. Þú veist, ef að útgangsmerkið okkar, ef við myndum reikna út eitthvað, útgangsmerkið hérna ætti að vera kannski 20 volt eða eitthvað, það er kannski svolítið hátt fyrir BOD en allavega að erum við að fá 20 volt þá út úr honum? Nei, við erum með eitthvað álag sem stelur þessu, við erum með eitthvað RC hérna sem við notum til að limita straumin og annað slíkt og svo erum við með eitthvað hérna, einhvern impedans, útgangsimpedans. Og skoðum aðeins hvað við höfum hérna. Við höfum hérna viðnám okkar, álagið okkar, þetta getur verið bara eitthvað tæki. Við erum með RC-ið okkar hérna sem við notum til að bæjasa DC-spennunni. Og svo erum við með eitthvað sem heitir RO, en það er impedans sem kemur frá hlut sem heitir early effect. Og við skulum bara merkja inn á þetta. Hérna erum við með RC. Það er þetta að skrifa með þessum penna, RC, svo erum við RL og svo erum við RO hérna. Og munum það,
okkar goal er að finna þessa hérna stærð. Og hvað er þetta hér? Hvað er VAF-O? Og samkvæmt definition, og sjá þetta í formúlublaðinu ykkar, VAF BEAC sinnum eitthvað R. Og hvað er þessi hérna stærð? VAF BEAC? Jú, það er stærðin sem fer hérna inn á basein. Og hérna erum við með einhverja spennu inn. En hver er þetta raunverulega spennan sem endar síðan inni í transistórunum eftir að við erum búin að fara í gegnum þetta innra viðnám hérna á spennugjáunum, og svo erum við með hérna einhverja aðra önnur viðnám hérna til að bæjasa greið transistórunum okkar. Þannig að hver er þá spennan sem situr eftir? Þetta tap hérna er ekkert mikið, en það er samt eitthvað tap. Og spennan hérna þegar við erum komin í gegnum öll þessi viðnám hérna, innra viðnámin og bæjas viðnámar hérna, þetta hérna er VAF BEAC, raunverulega spenna sem endar síðan inn á beisnum. Og skoðum aðeins hvað er included í þessari stærð hér. VAF, ég ætla að skrifa þetta með grænum, skoðum þetta, VAF BEAC. Þetta er líka oft kallað VAF-P, sem meikar alveg sens að því að þetta hérna er RP, þannig að við hljótum að vera með VAF-P hérna yfir, ekki satt? Og við skulum skoða þessa stærð hérna frekar. Og ef við lítum á þetta hér, að þetta hérna er bara eins og bara venjulegu spennudeilir. Hérna erum við með VAF-inn okkar hérna sem er hér, og svo kemur RS-ið, ekki satt? Svo kemur hérna einhver punktur, base, og svo koma þessi 3 viðnám hérna niður, ekki satt? R1, R2, RP. Þannig að þetta hérna er í rauninni bara venjulegu spennudeilir, og þannig að við getum sagt VAF-inn sinnum drasli hérna fyrir neðan, eða R1, R2 hlutandi við RP, og undir kemur það sama, bara eins og venjulegum spennudeili, og bætum síðan við þessum hérna gæja sem heitir RS og mörg. Þannig að við erum búin að finna VAF BEAC okkar hérna, og skulum bara skrifa þetta aftur upp, VAF-O mínus GM sinnum þetta kraðak hérna, sinnum VAF-inn, sinnum svona, sinnum R-inn okkar hér. En hvað er þetta hérna R? Jú, þetta eru viðnámin, við höfum yfirleitt reiknað þessu bara með RC, því að við höfum verið að díla við, þú veist, að sjá, auðveldar ásir hérna, þetta er nú illa teiknað transistor, svona, hérna, hérna erum við eitthvað base og VAF-CC hérna, RC, og við erum með eitthvað VAF-out hérna, og við höfum alltaf bara verið að díla við eitt RC, en núna erum við komin með, við erum komið hérna eitthvað RL, og við erum farin að taka inn í útgangsimpedans sem er VAF-A deilt með EC, sem er svo sem ekkert mikið mál að bæta því inn í, en við slum bara halda um að skoða þetta hérna. Og skoðum þetta, hvað er þetta RC? Það hljóta þá að vera, hvað er þetta R? Það hljóta að vera R-in sem eru á útgangnum sjálfum. Ef við bætum hérna inn í þetta hérna er reyndar VAF-out, VAF-out. Þannig að, og þetta eru viðnámin sem fylgja því. Þannig að við slum bara skrifa þetta aftur hérna, VAF-out er saman sem mínus GM sinnum VAF-inn, og þetta hérna kraðaka svona, mörgvöldum hérna R-in okkar inn í, það er þá, þetta hérna er allt hlitengt, þannig að við fáum RC hlitengt við RL hlitengt við RO. Og nú erum við bara nú erum við að muna eftir hverju vorum að leita í byrjun. Við vorum að leita af gaininu, eða hérna af VAF, svona sem VAF-out, VAF-in. Hérna erum við VAF-out, hérna erum við VAF-in. Við slum bara færa þennan hérna yfir strikið.
og þá erum við vaff out, vaff in, mínus g, m. Við skulum bara reikna þetta út. 76,8 sinnum 10 í mínus þriðja. Sinnum þetta kraðak hér, hvað er þetta? Þetta er 27k hlutend við 15k hlutend við 1,3k og saman niður í 27k hlutend við 15k hlutend við 1,3k pluss 10k og svo erum við RC okkar, það er 2,2k og það hlutengist við load okkar sem er 2k og það hlutengist við R okkar sem er 52k og út úr þessu kemur svo mikið sem mínus 8,1 eitthvað svoleiðis og þetta er mögnunin og munið að mínusin hérna er bara að því að það verða fastaskipta á merkinu, það er að við fáum svona merki inn, þá fáum við svona merki út og þá er þetta dæmi hérna leyst með það að við eigum bara að finna mögnunina sjálfa og við skulum bara fara hrætt í gegnum þetta hvað við gerðum hérna. Við byggum til DSI-greiningu og fundum þar með IC-in og þegar við erum komin í IC þá eigum við að geta fundið allar þessar hérna stærðir, sérbreytur hámódelsins. Við teiknum upp hérna hámódel bara til að fá betri yfirsýn hvað er að gerast og taka eftir að hámódelið hérna að það er eins og engin töfrabrögð hérna bak við þetta hér. Það er ekkert sem við getum ekki leyst án þess að nota hámódelið. Þetta er bara svona fyrir hvað sem var hérna bara svona hann að maður getur séð þetta betur fyrir sér og enda er það líka alveg rétt að maður sér miklu betur hvernig þetta er tengt í rauninni af því að hérna erum við með allt grándað hérna þegar við grándum spennugján okkar en höldum áfram með þetta að við fórum að spá í hvaða spenna hér raunverulega er og það er VAF-P AC stundutáklan sem VAF-P og við fundum það að það er einhver voltage divider hérna á milli eins og sést hérna bara á hámódelinu. Þetta sést rosalega vel þegar við teiknum þetta upp á hámódelið og þetta hérna gátum við leitt út og fært niður þannig að við gátum fengið þetta á þessu formi hér sem er bara mögnunin okkar mínus 8,1 og þá er þessu dæmi lokið.